Hvað skal segja? Hvað skal segja eftir svona rimmu? Þetta held ég bara sem að áhorfandinn, ég fyrir að körfuboltaleik og bara dramatík og spennu og ég held að byggja meira dramatík og spennu. Er þetta ekki bara, ég ætla ekki að segja munurinn á liðunum en eru liðin svona rosalega jöfn? Við erum ekki alveg á þeim staði sem við viljum vera og ég neita að trúa því að Sverrir og þau séu á þeim staði sem þau vilja vera. Ég er samt alveg óheiðilega stoltur af hvernig við vinnum okkur út úr því sem við vorum búin að grafa okkur hérna og lífið er karma bara og svona við vorum búin að leggja askotið mikið í púki hérna, við erum með 57-52 og því miður þá sá ég mína dömu bara horfa á klukkuna og við náðum ekki að skora, fengum þvílíkur renna á okkur hérna en ég er mjög stoltur af hvernig við snúum því sem við. Hver er vendipunkturinn í þessu leik, Ingi? Er þetta reynslan, þið meistarar til síðustu 30 ára, hver er vendipunkturinn? Vendipunkturinn er bara að trúa því sem við vorum að gera. Við mistum ekki trú á hvort annað. Við vorum að framkama vörnina mjög illa á pick and roll og niðurskrín og annað og við bara trúðum alltaf að við getum gert aðeins betur og betur og við gerðum það á stóra parta. Það skorum náttúrulega ekki mikið í seinni hálfleik en að vendipunkturinn er bara, við höfum trú okkur öðrum, við missum Gunnhildi og Berglind út og það bara koma, við bara mjög ánægðir. En nú eftir að mótinu mótið er hálfnað, sérðu fyrir að þessi tvö lið muni slóst það stóra þegar uppið er staðið? Ekki þessi bara tvö, nei, það eru bara fleiri góð lið í deildinni og ég hef trú að fleiri, það verður mjög hörð baráttum að komast í topp 4. Þannig að hver sigur, hvað sem hann er mjög dýrmætur og við erum búin að missa að leika á heimavelli sem er mjög dýrt fyrir okkur. Þannig að þessi sigur er ennþá stærri bara í ljósið þess. Þannig að hérna, nú er bara að setja hlutin eftir og nú fara bara að ráðast bara hver ætla að gera þetta. Ætla að býða eftir eitthvað annað að gera þetta eða við þurfum að gera betur. Takk fyrir þetta, Ingi.